Hörður, Geir og 24 menn komu í höfn á ferju sinni. Þeir náðu í kindur í Akrafjalli. Illugi var vað við ferðir þeirra og sendi menn í Heynes til að safna mönnum. Hann safnaði 30 mönnum. Hörður bað Geir að velja á milli hvort hann myndi vilja drepa kindurnar, berjast eða fylla skipið af mönnum og sleppa kindunum hætta við. Geir vildi frekar að drepa kindurnar og berjast másinn Illuga. Hörður mælti: Nú kaustu það sem mér þótti mikið betra. Nú hófust slagsmál. Geir var að hálshöggva kindurnar á meðan Hörður og Illugi og þeirra menn börðust. Hörður og Illugi voru á eftir hvor öðrum. Hörður sagði: Hart sækir þú eftir, mágur, og þetta bauð mér fyrir löngu hugur sem nú framkomið. Illugi sagði: Mikið og þér og til gert. Þá börðust þeir. Litlu síðar komu Hólmverjar á 3 skipum og hlaupa í ferjuna. Þá hleypur Illugi út fjörðinn og þeir elta hann. Brandur kom að Geir í skerinu og barðist við hann. Hörður mætti á svæðið og Brandur flúði. Hörður og Geir eltu Brand og hans menn. Þeir drápu menn hans. Þá flúði Brandur og þeir Geir og Hörður eltu hann og drápu Brand. Ári seinna fóru þeir Hörður og Geir ásamt 40 mönnum í Álftarskarð, svo í Svínadal og þaðan í Skorradal. Stuttu seinna fóru þeir í skip sín og héldu í Gorvík. Vordaga fara þeir Hörður, Geir, Sigurður Torfafóstri, Helgi og Þorgeir Gyrðilskyggi með 20 manns til Indriðastaða og voru þar í felum í skóginum. Svartur og Sveinn áttu nautin. Hörður og Geir fóru til nautnanna og ráku vestan Mats. Þar drápu þeir Svart. Sveinn fór með nautin heim á bæ. Hörður og Geir riðu eftir honum. Stuttu seinna náðu þeir Sveini og sendu hann heim á nautana. Sveinn kom heim á bæ og sagði við Þorbjörgu að Hörður væri hættulegur maður. Hörður og Geir fóru með mönnum sínum á skip sín og héldu út á hólm.